Skammt utan við höfuðborgina Kampala í Uganda reka samtökin Candlelight verkmenntaskóla fyrir unglingsstúlkur, skóla sem íslensk kona, Erla heitin Halldórsdóttir, stofnaði upphaflega. Skólinn hefur árabil notið stuðnings íslenskra samtaka sem nefnast alnæmisbörn. Upphaflega var skólinn eingöngu fyrir ungar stúlkur sem mistu foreldra sína úr alnæmi, en nú í skólanum stúlkur sem hafa átt erfitt uppdráttar af ýmsum ástæðum. Meðal kennara í matreiðslu Lovino Florence, 24 ára, fyrrverandi nemandi í skólanum. Hún fædd og uppalin í Gulu í norðurhluta Uganda, fjórða í röðinni af 7 systkinum. Hún misti báða foreldra sína úr alnæmi á barnsaldri. Then I shifted to Kampala. I was staying with my uncle, my mother's elder brother. He was a policeman. Eftir foreldramissin flutti Lovino til höfuðborgarinnar Kampala til móðurbróður síns sem starfaði sem lögregluþjónn. Hann átti vin sem þekkti til kertaljósasamtakana Candlelight Foundation. Samtökin buðust til að greiða götu Lovino í skóla. Eins og hún segir sjálf, þá var hún ungað árum með háleita framtíðardrauma. Hún ætlaði að verða læknir eða sinna einhverjum öðrum störfum tengdum heilbrigðismálum. En þegar hún var að ljúka grunnskólanámi kom strik í reikninginn. Móðurbróðir hennar lést úr alnæmi. Eftir að frændinn féll frá var fátt til bjargar, ekkjan atvinnulaus og hafði fyrir eigin börnum að sjá og átti þess ekki lengur kost að styðja við bakið á Lovino með greiðslu skólagjalda. Tíma dimmdi yfir í lífi ungu stúlkunnar en aftur kom ljósinn í líf hennar þegar Candlelight Foundation bauð henni að koma í verkmenntanám í skólanum. Þá fór Lovino á matreiðslubraut og eftir námið hóf hún störf á litlu hótel í Kampala, þar sem hún fór fyrst sem starfsnemi. Launin voru hins vegar ekki ásættanleg, segir hún, og því fekk hún annað starf í mötuneyti í höfuðstöðvum lögreglunar í Kampala. Allt segir hún þetta Candlelight að þakka og hún vilji sína þakklæti sitt í verki með því að hjálpa öðrum. I want to start my own orphanage if I can have money. Then so many things. I want to have a big hotel. I want to help people just the way they help me. Rosette Nabuma hefur veitt verkmenntaskólanum forstöðu frá upphafi. Hún viðurkennir fúslega að starfið sé henni ástríða. I really love what I'm doing. I love Candlelight Foundation. It's been a long way since we started. The beginning was not really very easy. When I met Erla, Hún kvæðst hafa átt samleið með Candlelight lengi, upphaflega með Erlu árið 2001 þegar þær ákváðu að grípa til aðgerða í þágu bástaldra stúlkna í Uganda. Hún segir að fyrstu árun hafi verið erfið, sjálf hafi hún verið ung kona en verkefnið hafi verið heillandi og þörfin fyrir stuðning hafi verið mikil meðal ungra stúlkna sem sumar hverjar áttu ekki annan samastað en götuna. Þær urðu hlut af mér, hlutskipti þeirra varð mitt hlutskipti og vandamál þeirra eru vandamál mín. Nýlega flutti skólinn í ný húsakynni og aðstæðurnar eru gjörbreyttar frá því sem áður var. Rosette hæstánað með breytingarnar. Now we are having our own premises. We have our own home. The girls can come and learn. They have where to stay. So they feel at home. It is really far better than where we were before. Og hún þakkar stuðninginn frá Íslandi. Yes, we are funded by Iceland. The Icelandic government helped us to build the premises, the school where we are now, and Alnæmisbörn Association. Rosette segir að íslensk stjórnvöld hafi veitt skólanum styrki til húsbygginga og skólinn geti ávallt reitt sig á stuðning alnæmisbarna sem hafi lengi verið ein helsta kjölfestan í rekstri skólans.